Komið sæl og verið velkomin í þáttinn Áskorun okkar aldar, sjónvarpsþátt nemenda í blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Þátturinn tileinkaður einu umtalaðasta málefni samtímans, loftslagsbreytingum. Í þættinum ætlum við að fjalla neyslu og hvernig fólk getur lagt sitt af mörkum gegn þessari miklu ógn sem steðjar að mannkyninu. Við förum yfir víðan völl og fáum góða gesti í setti til okkar. Og við fórum á stúfuna og kynntum okkur ýmsu leiðir til að minnka kolefnisfótspori sem við skiljum eftir okkur. En þær eru auðvitað eins misjafnar og þær eru margar. Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir kíkti í heimsókn til Stefáns Yngva Péturssonar sem fer heldur óhefbundnar leiðir. Við erum komin heim til Stefáns Yngva, en ég veit ekki alveg hvað ég ætti að kalla þig. Er það ruslari sem að maður segir? Já, það er íslenska heitið, ruslari. Og enska heitið dumpster diving? Já, dumpster diver þá. Já, og þú ert búin að vera að stunda þetta í eitthvað tíma. Getur eitthvað sagt okkur frá hvernig það byrjaði? Já, ég veit af þessu í alveg nokkur ár núna. Þá vissi að fólki sem var að gera þetta en ég lagði aldrei í það einhvern veginn. En núna í desember á síðasta ári þá hitti ég hóp sem var að stunda þetta í hverju viku. Og ég bara spurði hvort ég mætti koma með og bara sjá hvernig þetta virkaði fyrir sig og svona. Og þau sýndu mér bestu staðina og tóku mig með. Og já, bara frá því hef ég bara verið að gera þetta næstu í hverju viku. Og hvað er þetta nákvæmlega? Hvað þýðir að vera ruslari? Það þýðir bara að þú farir eftir lokun í verslanir, kíkir bara bakvið, þar er yfirleitt ruslagámur, þar sem að búðirnar bara henda því sem að þeir vilja losa sig við. Og já, það er oft bara hent mat sem er allt í góðu lagi, kannski að renna út en samt alveg ætur. Og já, þú bara kíkir í gámana og kannski er eitthvað sem getur tekið og já, góð leið til að spara og sporna við matarsóun. Er það helsta ástæðan fyrir því að fólk gerir þetta? Er það matarsóunin eða hefur hver svona sína ástæðu eða? Já, ég held að það sé bara hver með sína ástæðu. Sumir kannski hafa ekki efni á að kaupa sér inn, en aðrir líka bara vilja ekki taka þátt í þessa neysluhyggju og bara spara matinn, sko. Og hvað finnst þér svona, hvernig myndirðu vilja sjá svona hluti þróast áfram? Ég myndi vilja að verslanir myndu ekki henda öllu bara, heldur reyna eins og Krónan er að gera, þú veist, fólk að kaupa eins og grænmeti svona síðasta séns, heitir það. Já. Þá getur það keypt ódýrara. En hvað kom þér svona helst á óvart þegar þú byrjaðir að gera þetta? Bara magnið sem maður finnur. Og er eitthvað svona sérstakt sem passar þig á að velja eða velja ekki eða? Ég náttúrulega borða ekki dýraafurðir, þannig ég tek ekki kúamjólk eða kjöt eða fisk þó að sé nóg að því. Og eru margir sem að stunda þetta? Nei, ég get ekki sagt neina tölu, sko, ég er ekki viss. En ég held að það sé fara vaxandi. En þar sem við erum nú hérna heima hjá þér og svona, ertu nokkuð með eitthvað sýnidæmi það sem þú hefur fengið? Já, ég fór einmitt í gærkvöldi og náði í slatta sem ég get sýnt ykkur. Heyrðu, ég bara trúi í alvöru varla mínum eigin augum. Er þetta það sem þú fékkst á því að fara í rusl hjá matvörubúð? Allt þetta. Hvenær, þú veist, á einu skipti eða mörgum? Þetta var allt bara frá því í gær. Ég fór endar á 4 mismunandi staði. Því að stundum þegar maður fer þá er nýbúið að tæma gáminn eða eitthvað, maður veit aldrei í rauninni hvað maður fær. Þannig að stundum maður bara heppinn og getur bara farið eina ferð og bara fengið helling. En stundum maður aðeins að fara á milli en samt fær maður alveg eins og sérð alveg nóg. Vá, og er eitthvað sem er algengara en annað að fá? Algengarast af mér er kannski paprikurnar. Það er mjög af paprikur. Það er kannski aðeins svona smá svona rispur í með eitthvað. En algjörlega í lagi til þess að elda. Vel ætar, sko. Og chili, tómatar. Bara Gulrætur. hvað er ekki hérna? Þú veist, mér sem er hnetur og einhverja tilbúna rétti líka. Já, það er reyndar orðið svolítið algengar að finna þessa tilbúnu vegan rétti. Þetta er magna. Og klósettpappír. Já. Ertu ekki hræddur við að nota klósettpappír beint úr ruslinu? Nei, akkur ætti ég verið það. Það er smá gata á þessu, þess vegna var því hent, en... Já, ég sé hérna. Ok. En ég Þú meina... kannski bara passaði á akkurat þeim. Maður bara tekur fyrstu lögin af og það var allt hitt í lagi. En þarftu þá að fela þig þegar þú ferð? Þarftu að vera í einhverju svona dulargerfi eða? Nei. Ég bara klæði mig bara eins og ég geri. Ég fer kannski ekki hljóna hlýðarföt, regnbuxur og svona, en ég bara fer á bílnum og bílnúmerið sést alveg og ég er ekkert eitthvað að reyna að fela það sem ég er að gera.
ég held að búðir viti alveg af þessu, að það sé verið að stunda þetta. Það er alltaf eftirlitsmyndavélar á þessum svæðum. Þannig að ef þau skoða eftirlitsmyndavélarnar þá sjá þau fólk vera að kíkja í gámana, þannig að ég held að það sé ekkert eitthvað leyndamál. Og þú ert ekki hræddur við það að ykkur bannið þér þetta eða kærið þig eða eitthvað? Nei, þetta er opið fyrir öllum, þú veist. Þetta er ekkert eitthvað læst, ég er ekkert að brjóta neinn lög. Algjörlega, ég meina, þú veist, allur þessi matur hefði bara annars farið í ruslið, sem er eiginlega ótrúlegt, af því að maður sér alveg, þú veist, hérna, þetta er alltaf í góðu lagi með þetta. Þú veist, ég myndi alveg borða þetta núna, það kemur eiginlega bara mjög mikið óvart, sko, ég bjóst ekkert endilega við þessu. En hvað, þú veist, ok, þú fær mat svona og eldrar svo bara úr því sem þú færð eða þarftu stundum að kaupa eitthvað til að bæta við? Já, stundum ég fer í búður bara að kaupa kannski eitthvað sem ég þarf eins og kókosmjólk eða eitthvað, ég minnst gaman að gera það karrírétti og það var mjög gott að hafa svona kókosmjólk út í því. Frábært, og hvað myndir þú halda þig eyði í mat á mánuði? Við reiknaðum út síðasta mánuð og það var 7.500 á mann í mánuði. Og er það með hérna því að fara út að borða og allt Já, eða? það er allt. Vá, það er bara ekki neitt. Já, það er bara það sem við eyðum í mat og annað svona í bara verslunum. Mjög áhugavert. Herru, þar hafið þið það. Það er alveg vel hægt að fara og rusla sér mat. Já, vakandi eru samtök sem vilja stuðla að vitundavakningu matarsóun. Rakel Garðarsdóttir er stofnandi vakandi en hún er komin hingað til þess að ræða við okkur matarsóun og hvernig við getum spornað við henni. Ertu velkomin, Rakel? Takk fyrir. Til hamingju með fyrstu útsendinguna. Já, takk fyrir. Takk fyrir. Herru, kannski við byrjum bara að ræða aðeins það sem við vorum að sjá í þessu stutta myndbroti hérna. Hvað finnst þér að fólk sé að fara svona í ruslagáma og nýta þann mat sem það finnur þar? Mér finnst náttúrulega frábært að fólk sé að nýta þann mat sem annars yrði sóað. En mér finnst að ábyrgð fyrirtækjana sem að henda mat, hvort sem það séu verslanir aðrir, ætti að vera meiri í því að setja þetta kannski aðeins betur fram. Mér finnst nefnilega ekkert mjög sexy eða eðlilegt við það að það þurfa að fara í gáma að ná í þetta. Þannig að mér finnst að búðir ætti annaðhvort að setja þetta bara á rosalega mikinn afslátt í verslunum sínum eða þá bara setja hann í búðakerfur eða eitthvað, hafa þetta aðeins betur framsett. Það er eiginlega það sem að mér finnst. Mér finnst eiginlega bara einmitt fáránlegt að það sé verið að henda mat. Þó að þeir náttúrulega búast ekkert við því, þeir vilja ekki að fólk fari í gáman og ná í þetta, alls ekki. Þannig að þeir vilja að þetta endi einhvers staðar annars staðar á haugunum. Og það er líka mjög slæmt og því ég hef séð mikið á svona myndum og safnaði þeim sjálf og ég fer stundum í gáma að kíkja á svona að það sem er slæmt við þetta líka eins og ég sáum á myndunum að það er ekki verið að flokka. Og ég vil alls ekki kalla þetta rusl, ég kalla þetta hráefni og auðlindir. Þannig að það er margt mjög slæmt við þetta en mér finnst frábært að það sé þó hópur fólks þarna úti sem að bjargar þessum matvælum. Nákvæmlega. En nú er talað að þriðjungi matar sé sóað í heiminum. Já. Veistu hversu hátt hlutfall matar fer í tunnuna hjá okkur Íslendingum? Umhverfisstofnun gerði könnun á þessu í fyrra, frekar en hitti fyrir held að segja í fyrra og þá er talað að sé 311 kíló yfir alla vistkeðjuna á hvern Íslending og 199 lítrar af vökva. Þannig að það er hálft tonn af mat og vökva hvern einasta Íslending á ári. Það er ekkert smáræði. Nei, það eru svakalega tölur. Já, það er það. Nú hefur þú verið að berjast fyrir vitundavakningu á matarsóun í þó nokkur ár. Finnst þér eitthvað að breysta á þessum tíma? Já, mér finnst það tekist að auka vitundavakninguna. Já. Mér finnst fleiri vera að pæla í þessu, meira vera að tala um þetta. Verslanir nýta sér þetta mikið í bæði markaðssetningu og náttúrulega líka í aðgerðum eins og margar verslanir bjóða upp á niðurgreidda vöru sem er að renna út á dagsetningu og þó að það var hægt að gera miklu betur. Þá eru, ég finn fyrir mjög mikilli vitundavakningu þetta en ég finn samt ekkert rosalega mikið fyrir að matarsóun hafi minnkað. Nei, þetta er kannski meira í orði en á borði og við erum kannski ekkert að gera raunverulega nægilegar breytingar. Alls ekki og þarna þurfa bara allir að leggjast á eitt og stjórnvöld sérstaklega líka og verslanir og stór fyrirtæki, eldhús, bara nefnið að veitingageirin og fleiri og við neytendur og heimilin þurfum að gera miklu betur. En það er náttúrulega erfitt, það er góðæri
Já. Og þá einhvern veginn vill þetta oft gleymast þegar fólk á, ja, flest allir á Íslandi eiga nóg. Auðvitað er náttúrulega alltaf hópur sem er fátækur annað en það virðist eins og að það sé ekkert mikið að dragast úr því að fólk sé að henda mat. Nei. Og sem er mjög sorglegt út af því að matur er dýr, bæði sko fjárhagslega og umhverfislega. Það er margir þættir. Þannig að, ég myndi vilja sjá miklu meiri minnkun í matarsóun. Já, algjörlega. Þannig að finnst þér þá hinn almenni neytandi sem sagt mætti gera meira í að minnka Já, matarsóun? en ég vil samt sko, þú veist, það er fullt af fólki sem hefur tekið sig á að gera flotta hluti. En það þarf að gera betur, klárlega. Já, þannig að og það þarf líka að koma bara með almennri fræðslu. Það er ekki hægt að ætlast til þess bara allir viti allt hvað er að gera við til dæmis ef það eru settir brúnir bananar á afslátt út í búð. Kannski getum fengið 10 brúna banan og 50 kall. Það þarf svolítið að fræða líka hvað við getum gert við þá. Og þá er það náttúrulega ekki alveg eins og kaupa sér gulan banan og þú þarft að matreiða út úr þessu eða eins og hann var að sýna í innslaginu áðan með paprikuna. Þú ert kannski ekki að borða hana ferska en þú ert að matreiða úr henni. Þannig að það þarf að kenna svona alls konar. Já, algjörlega. Og leiðbeina okkur líka. Já, það er nokkuð ljóst að það er ýmislegt hægt að gera. Við skulum líta aðeins á hvað háskólafólk hafði matarsóun að segja. Freyr Bjarnason fór og kannaði málið. Finnst þér þú henda miklu mat? Svona stundum, já. Nei, ekkert rosalega. Almennt ekki miklu, nei. Finnst þér þú henda miklu mat? Nei, ég held ekki. Stundum finnst mér að það er bara mismunandi tímabilum. Hvort að ég sé að kaupa mikið og sé kannski ekki að heima til að elda. En ég reyna að henda ekki, en það kemur fyrir að ég hendi mat, já. Gerðu eitthvað sérstakt til að draga úr matarsóun? Ég reyni yfirleitt að klára matinn sem ég kaupi. Ég reyni að geyma það sem ég get. Ég reyni að kaupa bara passlega mikið í staðan fyrir að þurfa að henda. Já, maður er nú bara svona alin upp við það að maður er ekki að henda mat, þannig að... Vel uppalnir krakkar hérna. Já, alin upp við að henda ekki mat. Þarna virðast flestir vera á því að þeir séu ekki að henda miklu mat, svona komið tímabil kannski þar sem þeir séu að henda mat. Ég held að maður átti sig ekkert alltaf að heldur á því að maður sé að henda mat. Þannig að það er mjög gott til dæmis að vera bara með glæra ruslapoka, þannig að maður sjáu það ef maður er að henda mat. Þannig að þetta er svolítið svona eins og mér séð og heyrt, það les það enginn en samt vita allir hvað er í blaðinu. Já, akkurat. Nei, auðvitað klárlega er það, þú veist, það er mikil vitundavakning og það eru allir að reyna sitt besta en bara tölur því miður sýna fram á það að það hefur ekki orðið minnkun í matarsóun á Íslandi. En fyrst að það er kannski neytandinn er mjög meðvitaður þessi mál, finnst þér þá kannski vandamáli liggja fyrst og fremst hjá matvælaframleiðendum og matvöruverslunum? Já, ég myndi sá það bara myndirnar inn úr gámanum áðan og þetta er bara borðliggjandi, það er bara, þetta innslag væntanlega tekið upp bara fyrir nokkrum dögum. Jú, það er það. Þannig að það eru bara stútfullir gámar þarna og svona er þetta oft. Alltaf í hverri viku þegar ég fer, hvenær sem það er, það eru yfirleitt alltaf stútfullir gámar. Þannig að, þú veist, sama hvað allir segja að þeir séu að gera, þá bara eru þessar myndir sanna sitt mál. Já, það myndir segja meira en 1000 orð. Já. En þú sagðir áðan einmitt hvað þú vildir sjá, þú vildir ekki sjá þennan mat í gámunum, þú vildir sjá stórmarkaðinu setja þetta í kerfur og hafa það fyrir utan. En er eitthvað meira sem, þú veist, að stórmarkaðinu geta gert? Já, þeir hljóta geta stýrt þessu betur. Eins og hann er að benda á að það er alltaf verið að henda paprikum, þá verður það náttúrulega bara að kaupa færri paprikur inn. Þetta er náttúrulega bara rekstrarlega dýrt fyrir fyrirtæki líka. Þó að við mögum ekki gleyma því að verslanir eru þannig að þeir setja bara, hækka bara verðið til okkar neytenda, þannig að við erum neytendur sem að borgum þetta. Þannig að við borgum rýrnun í verslunum hvort þið er. En matur er, að mestu leyti, flest allur matur á Íslandi er innfluttur. Það má ekki gleyma því. 80% eða eitthvað, rúmlega. Þannig að umhverfisáhrifin líka af því að vera búin að flytja hérna yfir halvan hnöttinn eitthvað matvæli og síðan að trukka þetta inn í verslanir og starfsfólk búið að vinna við þetta og keðjan er svo margföld að bara fyrir búðina eða okkur hin að henda þessu er náttúrulega svakalega sorglegt. Og við þurfum að fara að líta á matvæli sem eitthvað annað en bara rusl eða eitthvað tækifæri eitthvað. Þetta er bara rosalega dýrmæt auðlind, við getum ekki lifað án matar. Og
Já, þannig að það svona, við erum kannski komin svolítið langt frá upprunanum. Fáir sem að fara í sveit í dag, við erum ekki í beinni tengingu við hvaða maturinn kemur, sérstaklega þegar hann er sko, grænmeti okkar ræktað hinum en hnettinum. Þannig að það er náttúrulega líka kannski ástæðan fyrir því að við höfum ekki þetta svona verðmætaskyn á hvað þetta er dýrmætt. Stórmarkaðir mættu þá kannski aðeins hugsa út í kannski að minnka innkaup og það er kannski bara allt í lagi þó að það sé ekki til paprika í einn dag. Ég held að það myndi náttúrulega aldrei gerast. Nei. En allavega þeir reyna að klára það sem þeir eru með. Já. Og ef þetta er detta á tíma, í staðan fyrir að setja þetta hann út í tunnu, að út af því þeir eru hvort þeir með einhverjar körfur í búðunum sínum til að setja þetta á afslátt, þá spyr maður sig af hverju fór þessar paprikur ekki þangað. Einmitt, algjörlega. En svo náttúrulega er þetta bara pólitískt mál líka. Við getum alveg verið hérna í marga daga að tala um búvörusamninga og allt það. Já, algjörlega, þetta er náttúrulega flókið mál. Mjög flókið mál. En hvar myndið þú vilja sjá okkur gagnvart matarsóun eftir 5 ár, þá bæði okkur, almenning og stórmarkaði? Sko, talandi um flókið mál, ef við bara lítum út frá matvælaöryggi og öðru Íslendinga, við erum á eyju og það þarf ekkert mikið til að eyjan lokist. Nei, akkurat. Þannig að við þurfum klárlega að fara að huga bara miklu betur að öllu matvælakerfi á Íslandi og stór þáttur af því er einmitt að við erum ekki að flytja hérna inn mat langa vegu bara til þess að henda honum. Nei. Þetta er hálft tonn á mann á ári, þetta er bilaðar tölur. Og svo talandi um alla túristana sem að koma líka og þetta er, þannig að ég vil bara að við hættum að henda mat. Algjörlega. Það er rosalega auðvelt, ég tala á reynslu þar sko. Já. Þannig að þetta er bara skemmtilega áskorun, þetta er nægilega léttasta sem við getum gert til að taka þátt í að aðeins að stemma stigum með loftslagsbreytingar. Algjörlega, það er það. Bara, gott challenge til að takast á við. Algjörlega, það hljóma vel. Já. Rakel Garðarsdóttir, við þökkum þér kærlega fyrir komuna til okkar. Já, gaman að koma. En að öðru, með tilkomu hraðtísku og netverslana hafa fatainnkaup aukist til muna. Urður Örlygsdóttir, fréttamaður student.is, kíkti í fatasöfnun Rauða kross Íslands til að kanna hvort þessi aukna fataneysla skili sér í auknum fatagjöfum. Já, hún hefur gert það síðastliðin 2 ár. Fundum við fyrir mikill aukningu og á meðan við til dæmis 2013 að mig minnir fóru við yfir 1600 tonn í fyrsta skipti. Síðustu 2 ár höfum við bæði árin farið yfir 3000 tonn og þá er það miðað við það sem við erum að flytja út, það sem við nýtum ekki hér og þannig að það bætast við einhver tonn hérna heima líka. Og þið upplifað að vera að gefa mikið að nýju dóti, svona nánast ónotuðu dóti sem hefur verið að skila sér í gámana? Já, það er og verður meira og meira. Og það er náttúrulega þessi hraðatíska sem að við verðum alltaf meira og meira vön við. Síðan ég byrjaði hérna fyrir 6 árum síðan, þetta hefur alveg verið, en þetta eykst bara mjög mikið milli ára finnst mér. Það er alveg sláandi munur. Magnið er svo gríðarlegt og það er svo mikil, það er svo jafnt. Við gátum hér áður fyrr svolítið séð fyrir toppana. Það var í kringum hátíðir, oft er fólk fyrir sumarfrí, þá byrjaði að taka til heima af sér. En núna er þetta nánast jafnt. Við sjáum aðeins toppa en það er alltaf meira og minna jafn straumur alltaf árið. Þannig að það er svona helsti munur sem við verðum vera við. Það dettur aldrei alveg niður eins og það gerði. Þegar við þurftum að hringja og biðja gáma frá sorpustöðunum, það gerist ekki lengur. Og hvernig fer þessi flokkun fram hjá ykkur hérna í Skútuvoginum? Hvernig flokkið þið vörurnar sem þið fáið? Við keyrum bara 20 feta gáma inn í hús, keyrum upp að þeim færiband og það er bara styrtað á færibandi og það er staðið og sorteraði í gegn og þá erum við með mann á sikkurum endanum og ég í milli eða samstarfskonur mínar og þar bara veljum við það sem við teljum vera söluvöru og maður verður það venst mjög hratt og maður verður lunginn í að sjá hvað virkar og hvað ekki en svo það sem við nýtum ekki það sem við erum búin að fara í gegnum það seljum við í útflutning. Og hvernig er salan í búðunum hjá ykkur, Rauða kross búðunum? Hún er bara ágæt og þetta er fínn rekstur en auðvitað viljum við alltaf gera betur og við erum alltaf að leita leiðum til að
til að bæta okkur. En það er greinileg vakning, við finnum það alveg fyrir því að fólk vill kaupa, endurnýta. Og við finnum það mjög sterkt, sérstaklega núna bara síðustu mánuðum að fólk er að vakna áhuga á því að nýta frekar heldur en að kaupa alltaf nýtt. Hér til okkar er komin Birna Stefánsdóttir, blaðamaður Kjarnans, en hún hefur rannsakað og skrifað fatakaup Íslendinga. Vertu velkomin Birna. Takk. En fréttaskýringi þín, óhófleg fatakaup Íslendinga, draga dilku eftir sér sérstaklega áhugaverð. En fyrir þá sem hafa ekki lesið hana, getur þú sagt okkur aðeins frá henni? Já, ég var að skoða viðauka með úrgangsstefnunni saman gegn sóun, svona eins og maður gerir. Og þar voru ýmis gröf yfir úrgang sem Íslendingar henda. Og það tók ég sérstaklega eftir graf fatasóun, eða textil og skó sóun. Og hún búin að auka svo gríðarlega á síðustu 4 árum. Farið úr 8 kílóum í 15 kíló, 2012-2016. Og ég vissi að vera mikil fatasóun en það kom mér samt á óvart. Og undirstóða markmiði væri stjórnvalda að minnka niður í 10 kíló. Og það var því að fatasóun sé komin á dagskrá stjórnvalda og mér fannst það áhugavert. Þannig ég sendi fyrirspurn á umhverfisráðuneyti og vildi bara spyrja hvaða aðgerðum þau voru að ráðast í til að berjast gegn fatasóun. Og í greininni fjallaði ég bara magnið, hvað er vandamálið. Og svo hugsaði ég, ok, ef við erum að henda svo miklu og ljótum við að kaupa meira, sem er satt, eða það er alltaf búið sjöfaldast sendingar til Íslands, sérstaklega bæði búið að koma eins og voru að tala áðan, svona fast fashion eða hröð tíska. H&M er búin að koma til landis, Lindex, 2012-2016 búið aukast kaupmáttur. Og svo segist viðtal við Póstinn og það var bara sprenging til AliExpress, kínverska netverslun hjá Íslendingum. Og fjallaði aðeins það og svo skoða ég hvar þetta endar, hjá Rauða krossinum og hversu mikið magn það er. Svo skoði ég, að því kolefnisfótspori byrjar ekki bara þegar við setjum þetta í urðun, eða endurvinnum þetta heldur byrjar þetta alveg frá framleiðslu í því hvernig efnin eru hönnuð, hvað gerist svo og svo fer það til Íslands og allt það. Og svo talaði eins hvað þetta að gera og hvað er verið að gera. Fannst þér þetta ekki koma fólki svolítið á óvart? Ég hefði allavega sjálf haldið að fatasóun hefði verið meiri 2012 heldur en núna. Já, það. Algjörlega, sko. Já, hún alltaf vakti miklu athygli og fólki fannst þetta er gríðarlegt magn og þetta er gríðarleg aukning. Já, það. Ég held að allir kannist kannski bara aðeins vita hjá sjálfum sér og eru með þetta, eins og við búin að tala í þættinum hjá okkur, með þetta sóun og neyslu og það er ákveðin vitundavakning að vera sér stað í samfélaginu. Algjörlega, þetta er alveg ótrúlegt 15 kíló. Já. Á mann, það er alveg svakalegt, Og það er bara svona hendur á hverju ári. Já, einmitt. Það er ekki allt sem fólk á einhvern veginn. Einmitt. Hvað var það eftir, það var líka aukning á hvað fólk er að kaupa. Já. Hvað var það eftir mikið? Samkvæmt Umhverfisstofnun þá var fólk að kaupa 17 kíló á ári. Já. Sem er 3 meira en meðaljarðarbúi. Einmitt, það er rosalegt, En hvað kom þér helst á óvart þegar þú skoðaði þetta? Þegar ég fór að skoða eins og Rauða krossinum, hvað við sendum ótrúlega mikið úr landi. Því sem ofta er með neyslu og sóun er að þegar þú gefur það frá þér eða hendir í eins og með rusl, vorum að tala um þá einhvern veginn virðist það ekki vera til lengur. Þá er fólk svona að vera ákveðin aftenging. En við sendum úr landi, eins og heyrist í innslaginu áðan, 3000 tonn á ári. Það eru 230 svona stóri 40 fetra gámar eða svona 4 gámar í viku. Og þegar maður einhvern veginn sér það fyrir sér og það er svo ótrúlegt magn sem fer úr landi, þannig að búið að koma með þetta allt til Íslands, eins og voru að tala um áðan, og svo fer það aftur út og þá var maður eitthvað svona, sér maður hvað þetta er mikil vítahringur. En hvernig myndir þú vilja sjá þetta þróast áfram? Nú tala ég bara minna einaríslu, en ég hef vel ekki keypt ný föt, ég held ég kaupi svo 90% notuð föt síðustu 4 ár. Og það er svo mikið úrval að notuðum fötum, en það er að verða ákveðin vitundavakning, eins og Rauða krossbúðirnar fór í svona endurhalningu fyrir svona 3 árum, þeir reyna að taka Instagramið sitt í gegn. Ég held að þau eru bara að vera vakning hvað er gaman, það er ógeðslega skemmtilegt að kaupa notuð föt og auðvelt og ódýrt, hvort sem það er Rauða krossinum eða Spútnik. Og svo náttúrulega bara sem meðvitund neyslu, að við getum ekki á þessari jörðu neytt svo mikið, hvort sem það sé matur, föt, dót. Það verður einhvern veginn að, ég held að sé að gerast smá saman, fólk átt sig á því að það gengur ekki til lengdar. Við rákumst á skýrslu frá Bandaríkjunum þar sem kom fram að fólk og sérstaklega konur eru
orðnir svona opnara fyrir því að kaupa notuð föt? Heldur það sé sambarlegt hérna á Íslandi? Ég veit það ekki alveg. Mér finnst það núna aðeins aukning, en það hvort það sé bara mín búbla eða ekki, ég veit það ekki. En að því, þú veist, eins og til dæmis Spútnik, ef við tölum það sem er fataverslun, þá er oft svona svipuð verð út í búð og þá skilur maður að fólk velur sér frekar nýtt, en eins og í Rauða krossinum og hertugsbúðunum, þá er þetta mjög ódýrt, sérstaklega fólk vil spara. Og vonandi, og með þessari aukningu á stjórnvöldum, að því náttúrulega ábyrgðin liggur hjá neytendum, en fyrst og fremst liggur valdið hjá stjórnvöldum, þeir getur þetta jákvæða og neikvæða hvata, hvort sem það er á neytendur eða fyrirtæki. Þannig mest ábyrgðin verður að liggja þar, en það virðist vera vitundavakning, eins og þú sagðir hvað mikið greinum að lesin og eins og þátturinn ykkur í dag, að það virðist vera að koma einhvern svona bolti sem er að rúlla á stað. En svo er líka spurning hvort að við skiptum svolítið í 2 hópa, annars er í hraðtískuna og svo fólki sem er að kaupa sér notuð föt og svo jafnvel 3. hópurinn sem er kannski meira að kaupa svona hátískuvörur eða heldur þetta blandist allt svona pínu saman. Maður sér að Gucci-beltin eru til dæmis svo vinsæl hjá unglingum í dag á Íslandi. Einmitt. Sko tískan alltaf fyrir hringi, eins og við vitum, ég meina díselgallabuxur og var bara, það heitast til var þegar ég var unglingur. En ég held í alvörunni að það er bara búið að sýna fram á að Íslendingar eru mjög neyslugræðir og við bara hoppum hvert æði eftir öðru. Og ég held algjörlega að, þú veist, eins og hún er bara að segja, þetta er að aukast og þetta er jafnt allt árið það sem er hent í Rauða krossinn. Og þetta er að auka, þú veist, þetta er næstum í 2-földun á 4 árum, við vitum ekki hvað staðan er núna 2019, þetta er bara 2016 sem ég fekk sjá. En, þú veist, mér finnst líka bara svona umræði eins og að panta netinu. Hann sagði við mig í Rauða krossinu, töluðu þau, að fólk er að panta kannski 3 stærðir í stað einnar. Þetta er svo ódýrt, það skiptir ekki máli ef þú passar ekki nema í eina þeirra og hendur upp á restinni. Þetta eru allt mjög áhugaverðar pælingar og við þökkum þið kærlega fyrir komuna Birna og óskum þið bara góðs gengis. Takk sömuleiðis. Núna ætlum við að fá að líta á sýningu hjá annarsásnemum í fatahönnun í Listaháskólanum og sjá hvað er hægt að gera úr ósöluhæfum flíkum. Nemendur á öðru ári í fatahönnun við Listaháskóla Íslands hafa sett upp sýninguna Misbrigði með verkum sínum sem þau hafa unnið í samstarfi við Rauða krossinn. Við litum við í Listaháskólan og rættum við nemanda sem tók þátt í sýningunni. Þetta er sem sagt verkefni unnið með Rauða krossinum þar sem við byrjum á því að fara í höfuðstöð Rauða krossins og fá efni sem myndi annars vera hent, efni sem er ekki nógu gott fyrir búðirnar og við vinnum sem sagt alla flíkurnar úr því efni sem er mjög gaman og mjög spennandi. Þannig að við fengum að fara þangað og flokka sjálf og flokka það sem við vildum taka. Og hvað verður hinnar flíkurnar sem ekki eru teknar? Já, þær fara aftur út myndi Þýskalands, það sem er reynt að vinna úr þeim. Það fer náttúrulega eftir hversu mikið gervefna er, hvort það sé hægt að vinna eitthvað úr því. Og var hún miklu á móða? Já, mjög mikið af flottu dótið, svo náttúrulega ef það er blettur í ykkurju eða vantar tölu, þá er náttúrulega ekki hægt að selja það. Þannig að við fengum alveg mjög mikið af góðu stöffi bara því að það var eitthvað smáað. Maður sé bara hvað fólk hendir miklu og það er rosa leiðilegt að verða vitni að því og þetta er eiginlega allt H&M, Lindex, Zara og föt sem eru ekki mikil gæði í. Þannig að þá hugsa maður, ég myndi persónulega sjálf vilja vinna með gæði, bómullavörur og viskos og það skiptir máli úr hverju flíkurnar eru. Þú sagði mér áðan þið verða að vinna mikið með endurnýtanleg efni. Getur þú sagt mér eitthvað frá verkefnunum sem þið hafið verið að vinna að og hvað þú ert til dæmis að gera núna? Já, í Listaháskólanum það er mjög mikil áhersla lagt á það að við lærum svona sustainable thinking og því að fataiðnaðurinn er næst mest mengandi iðnaður í heiminum. Þannig að allt sem við gerum og eiginlega allir kúrsar sem við förum í, það er alltaf einblínt að því að við hugsum út frá hvernig það hefur afleiðingar á það sem er að gerast í heiminum. Og tíminn sem ég er núna í er með Elise sem er kennari úr Central St. Martins og hún er búin að vera að vinna mjög mikið með fiskiskinn, fiskiróð og að endurnýta það og hún kemur núna inn og er að láta okkur skoða hvað er í gangi á Íslandi, hvað við getum unnið úr hér og hvaða efni við erum kannski ekki að fullnýta okkur. Við erum núna að reyna að vinna með söl og breyta því í efni út því að það er náttúrulega rosa mikið að sölu bara allstaðar. Við fórum á ströndinni í gær og tókum ykkur 5 poka sölu með okkur heim og núna ætlum við að reyna að finna út í hvað er þetta að gera við það. Mjög spennandi. Hvernig hefur það gengið svona hingað til? Við erum ekki búin að gera mjög mikið af testum. Ég er aðalega bara búin að borða sölið. En við ætlum að byrja núna að reyna eitthvað að tvinna það saman, vefa það, prjóna það, sjá hvort við getum gert einhverjar áferðir úr því. Þannig að það er mjög spennandi En það eru fleiri hliðar á loftslagsvandanum, en á sama tíma og loftslagsmál hafa verið þaulrædd hefur nýtt hugtak rutt sér til rúms, svokallaður loftslagskvíði. En hvað er það og þjáist fólk almennt af slíkum áhyggjum? Valda loftslagsbreytingar þér áhyggjum?
Já, ég myndi segja það. Ég hugsa alveg um það. Hvers vegna? Það er svona stefnir í að það verði slæmt ástand. Man bara meira og meira umræðinni. Svona, kannski meira meðvitaður um það, sko. Já, það veldur mér miklum áhyggjum. Hvers vegna? Bara út af breytingunum sem það er að hafa á lífríki jarðarinnar og hvaða afleiðingar það hefur fyrir fólk og samfélagið bara í heild. Því það er svo mikil óvissa í kringum þær. Þú veist, veit enginn raunverulega hvað er að fara að gerast og það veldur mér frekar miklum áhyggjum og það er enginn að gera neitt í því. Ekki eins mikið við gætu gert í því. Já, auðvitað. Því þetta er svo ótrúlega stór spurning bara hvort að við í rauninni getum lifað áfram. Þú veist, að því að þetta er ekkert, þú veist, það er ekkert langt eftir ef við höldum að fara að lifa eins og við lifum. Þannig að, þú veist, þetta er svo mikið spurningar bara okkar framtíð og framtíð barnanna okkar. Þannig að, þú veist, auðvitað hefur ég mjög miklar áhyggjur af þessu. Aðeins þegar ég hugsa þær sem er svona að fara að vera ansi stöðugt, sko. Ég meina að þetta er óumflýjanlegt að þær eru byrjar að hafa ansi afdrifaríkar afleiðingar og það verður bara að vera nema það verður einhverjar rosalegar breytingar mjög hratt. Telur þú þau geta lagt meira mörkum til að sporna við loftslagsbreytingum? Sko, já, en það er náttúrulega þarf samt, finnst mér svolítið viðtækari breytingar til þess. Að því að, þú veist, auðvitað reynir maður eins og maður getur það þegar maður fer út í búð að kaupa, þú veist, plastlaust og svoleiðis. En þú veist, eins og þetta er á Íslandi þá er, þú veist, hvert einasta grænmeti innpakkað í plast. Já, algjörlega. Ég held að við getum öll gert meira. Til dæmis bara nota einkabílinn minna, taka strætó, flokka betur, hætta að kaupa sér föt á netinu og allt þetta. Þannig að það er svona smátt og smátt kannski fyrir maður að breyta neysluvenjum. Já, ég held að sé alltaf eitthvað sem maður getur gert betur. Hvort það sem er að minnka plastneyslu eða keyra minna eða eitthvað þannig. Ég held að maður getur alltaf fundið eitthvað til að bæta sig. Ég gæti til dæmis hjólað oftar og keypt minna plast til dæmis, pælt í hvaðan hlutinni koma og svona gætt hófsemi í því sem ég geri til dæmis. Þú veist, að bjóða upp á verslanir, þú veist, matvöruverslanir sem þú veist, þar sem þú getur keypt svona, þú veist, bölk, þú veist, stóra skammta, þú veist, án þess að, þú veist, getur komið með þín eigin, þú veist, komið með krukkur og þín eigin áhöld einhvern veginn og versla þannig í staðinn fyrir að þurfa að kaupa alltaf, þú veist, hveiti í plasti eða, þú veist, pappír í staðinn fyrir að geta bara keypt hveiti í dunk og komið með þitt eigið fat þangað. Það er alltaf einhverju svona litlu hluti sem maður getur gert, þú veist, borða minna kjöt, endurvinna og eitthvað þannig. En þú veist, nema að sé alveg bara svona heildarbreyting á hvernig samfélagi fungerar, þá er þetta bara einhverja táneglu sem við erum að klippa hérna. Já, það er greinilegt að loftslagsbreytingar valda nemendum og starfsmönnum Háskóla Íslands miklum áhyggjum og flestir myndu þeir vilja leggja sitt af mörkum til að breyta þessum málum. En kannski er þetta bara einhverja tánuglur sem við erum að klippa sem að skipta engu máli í heildarsamhenginu. Nei, einmitt. En hingað til okkar er komin Daði Albertsdóttir, mastersnemi í klínískri sálfræði við Háskólann í Reykjavík, sem hefur tjáð svo opinberlega loftslagskvíða. Velkomin til okkar, Daði. Takk. Bara til að byrja, hvernig lýsir það sér að vera haldinn loftslagskvíða? Sko til að byrja með þá er kannski loftslagskvíði ekki til sem einlega greining. Hérna á Íslandi miðað við svona greiningakerfi þar sem inniheldur allar geðraskanir og loftslagskvíði er ekki einn af þeim, en þetta er svona hugtak sem kannski verið að tala meira og meira og komið inn í almenna orðræðu. Að þetta kannski lýsir sér bara svona sem miklum og áhyggjum af því hvað er að verða jörðin okkar og hvað svona þrálátar hugsanir og þess áttar og veldur fólki vanlíðan og óþægindum. Og hvað áhrif hefur þessi kvíðirfiði haft á þig? Hjá mér þá er þetta kannski svona byrjaði eins og held hjá mörgum, þú veist, ég eignaðist mitt fyrsta barn og þá fór maður mikið að pæla í bara hvað erum við að gera og hvað get ég gert til að sporna við þessu út af því að ég meina tölurnar afleiðingarnir verða alveg, það er búið að sýna fram á hvað mun gerast á öllum líkindum en alltaf er mikil óvissa. En þannig að þetta hefur áhrif á mig að ég bara bæði tjáð mig þetta og náttúrulega breytti mínum neysluvenjum allverulega
eins og held ég mjög margir eru að gera. Þannig að þetta hefur jákvæð áhrif svo lengi sem að kvíðinn fer ekki í það að vera hamlandi. Út af því að kvíði er náttúrulega bara lífsnauðsynlegt viðbragð sem við höfum, lífeðlislegt viðbragð, sem gerir það verkum að það kemur okkur frá hættu. Það er ástæðan fyrir því að við erum ekki að labba á hættulegum stöðum eða ef við erum byssuskot þá forðum við okkur. En hann getur náttúrulega farið í það að vera hamlandi. Og þá kannski hefur það líka för með sér bara mikla vanlíðan og þá náttúrulega förum við í það að gera ekki neitt. Þannig að þetta getur náttúrulega líka orðið of mikið, en svona vægur, mildur kvíði er bara lífsnauðsynlegur. Það er ástæðan fyrir því að við skiljum inn verkefnum á réttum tíma og mætum á réttum tíma í próf og þess áttar. Þannig að þetta er svona, getur farið of mikið. Getur þú lýst því hvernig þessi kvíði lýstir sér í byrjun hjá þér? Hjá mér? Já, bara miklar hugsanir hvað verður. Og það er náttúrulega það sem er svo erfitt við þetta mál sem við stöndum frammi fyrir er að það er svo mikil óvissa. Og þetta er svo óáþreifanlegt, við vitum ekki hvenær þetta gerist, við vitum ekki hvernig afleiðingarnar verða og það sem kannski komið fram núna er að afleiðingarnar að koma miklu fyrir fram en áður var spáð fyrir. Þannig að í mínu tilfelli, fyrst var það bara svolítið svona, óþægindi og vanlíðan, en svo kannski fór maður að átta sig meira og meira á því bara, hvað get ég gert? Er ég að gera það sem er í mínu valdi? Auðvitað getum við öll gert betur, en hvað er raunhæft? Og hvað er ég raunverulega að fara að breyta? Þannig að það var kannski svona í mínu tilfelli og var til þess að ég skrifaði þessa grein sem vakti ágæta athygli og það í mínu tilfelli hjálpaði rosa mikið með kvíðan líka. Og því þar kemur líka með þetta bara, af hverju gerum við það sem við gerum? Það er alltaf afleiðingarnar sem stýra á því hversu miklu líkur við endurtekum hegðun okkar. Og í mínu tilfelli þá var þetta að valda mér miklum óþægindum sem var til þess að ég fór að gera meira. Fór að tala um þetta við vini mína, bara í mínu nærumhverfi og sem var til þess að kvíðinn minnkaði. Þannig að ég var að losna við kvíðan og var að auka mína svona pro-environmental hegðun, flokka meira og vera svona meira meðvitaður mínar neysluvenjur. Þannig að í því tilfelli hefur þetta bara jákvæð áhrif. En náttúrulega eins og ég sagði áðan, ef þetta fer í það að verða hamlandi, ef þetta fer svolítið snýst við og verður til þess að fólk gerir minna, þá er það náttúrulega ekki gott og náttúrulega þá í einhverjum tilfellum bara nauðsynlegt að fólk leiti aðstoðar. Og veistu til þess að margir upplifið sams konar kvíða? Nei, ég bara hef ekki tölur eða neitt það og því að segja, þetta er náttúrulega ekki greining sem slík, en þetta er kannski algengari hjá fólki sem er almennt séð með miklar áhyggjur eða almennt séð haldi kvíða. Þannig að ég veit til þess að það eru sálfræðingar að sinna þessum málum hjá fólki sem bara er með miklar áhyggjur af þessu. Og hafa margir leitað til þín eftir að þú skrifaðir greinina? Já, það var bara náttúrulega mikið í mínu nærumhverfi, náttúrulega eins og hann talaði náðan líka. Ég meina kannski er ég bara að tala við mína búblu, kannski en það náttúrulega því ég hafði samband og ég er að fara að taka þátt í hlaðvarpsþætti líka í kjölfarið og taka þátt í ráðstefnu næstu viku líka á Háskólanum á Hólum þetta mál. Þannig að það er allavega svona mikil vakning og eins og fyrir mig líka bara þegar ég svona fyrir nokkrum árum heyrði þetta orð, þá var ég bara já, auðvitað, þetta einhvern veginn skýrði svo margt fyrir mig og líka bara það eru fleira að pæla í þessu og mun örugglega líklegast stig magnast, myndi maður ætla en náttúrulega kannski erfitt að segja til það. En það er náttúrulega líka bara mikilvægt að fólk finni og upplifi að það geti gert eitthvað í þessu og þá vonandi verður til þess að minnka kvíðinn. Og mælirðu með einhverju fyrir fólk sem að þjáist af þessum kvíða? Já, það fer náttúrulega kannski eftir hversu mikill kvíðinn er. Ef þetta er bara svona smá óþægindi, þá en þetta truflar mann alveg, þá er náttúrulega alltaf hægt að leita til sálfræðinga og þeir eru náttúrulega fagaðilar sem sjá þetta, það er alveg þeir. Það er hægt að leita, sálfræðingar komnir á flestar heilsugæslustöðvar, ef ég held rétt, á hægt að fara að leita til heimilislæknis. Ef fólk aftur á móti er með bara ef þetta er mjög hamlandi og veldur mikilli vanlíðan og sérstaklega fólk er í einhverjum sjálfsvígshugleiðingum eða eitthvað þannig, þá er alltaf bara best að leita á bráðamóttöku geðsviðs á Hringbraut og þá er hægt að fá viðeigandi úrræði og hjálp. Þannig að þetta er alvöru vandi sem maður þarf að glíma við. Já, maður myndi ætla það. En kæra þakkir fyrir komuna, Daði, og nú ætlum við að fara í allt annað því við ætlum að snúa okkur að samgöngumálum. Hann Freyr heyrði í nokkrum nemendum við Háskóla Íslands og fekk að vita meira þá stöðu mála. Ef það væri til Facebook síða sem hægt að samnýta bíla til að komast í skólan, myndirðu notfæra þér hana? Já, eflaust eitthvað.
þó ég sjálfur bíl, en það alveg fínt að geta átt svona ef maður að lána bílinn eða eitthvað þannig. Já, þannig að það myndi alveg henta ágætlega kannski upp á peningana að gera eða eitthvað slíkt. Já, algjörlega. Hvernig ferðu þið í háskólan? Ég á sjálfur bíl, en ég reyni ofta að fara af því ég bý í Hafnarfirði, þá reyni ég að fara með félögum mínum samferða í skólana, þetta er svo löng ferð. Ok, þannig að þú notfærið þér eitthvað þennan samgöngumáta að samnýta bíla? Já, ég geri það. Og er það þægilegt eða? Já, mjög þægilegt. Líka bara skemmtilegt að vera, ekki vera alltaf einn í bíl, geta verið með félögum sinni. Ef það væri til Facebook síða sem hægt að samnýta bíla til að komast í skólan, myndirðu notfæra þeir hann? Líklega ekki. Ég held að ég myndi ég býð það langt frá, að ég nota bara bílinn sjálf. Já, alveg klálega. Út af hverju? Ég geri það bara til þess að koma í skólan á morgnana. Þá yfirleitt ég að tala við vini mína á Facebook-chati hvernig við getum farið saman í bíl í skóla. Ok, þannig að þú gerir þetta með viniðinum og farið saman í bíl? Já, ég geri það bara í morgun. Hvernig er það að gera það? Er það ekkert mál? Nei, ég vilt ekki sko. Það bara, náttúrulega erum 3, eða reyndar 4 saman úr grunnskóla sem erum með chat bara og sendum þegar okkur vantar far. Og af hverju gerir þetta? Það bara svona þægilegt. Þá til dæmis, ég yfirleitt ekki á bíl, þannig að það mjög þægilegt að geta bara fengið fara með vinnum sínum, sem líka þetta bara góður félagsskapur til og frá, sérstaklega leiðinni heim þegar það getur verið mikil umferð. Já, alveg sniðugt. Ég myndi alveg nota það sko. Út af hverju? Þegar ég fæ ekki alltaf bíl í skóla, þá alveg þægilegt að geta fengið farstundum. Líklegast ekki það sem ég á sjálfur bíl og það myndi örugglega bara tæfa mig sko. Þannig að þú notar bíl og hefur gert lengi til að koma sér í skólan? Já, ég get ekki strætó síðan ég var í menntaskóla og ég bý í Vatnsendunum sko, þannig að það er svolítið langt að labba. Þannig að þetta er þægilegra að vera á bíl? Það er mun hentugara sko, mæli með. Já, mengun loftslags er raunverulegt vandamál og það þarf að grípa til aðgerða. Ýmsar hreyfingar hafa verið stofnaðar til að stuðla að því, meðal þeirra eru ungir umhverfissinnar. Ungir umhverfissinnar er vettvangur ungs fólks á Íslandi til að láta gott að sér leiða í umhverfismálum. Félagið var stofnað árið 2013 og fyrir ört stækkandi. Og Sigurður Loftur Thorlacius, umhverfisverkfræðingur, situr í stjórn ungra umhverfissinna og hann er sestur hérna hjá okkur. Vertu velkominn. Takk fyrir. Hvað segir þú, er það raunhæft að sporna gegn loftslagsbreytingum en samt halda í þau þægindi sem að fylgja því að vera á einkabíl? Já, það er náttúrulega margt sem er hægt að gera. Það þarf ekki að alltaf snúast einkabílinn. En vissulega er það stór þáttur í okkar losun. Flugið er líka stór þáttur en ef þú vilt vera áfram með einkabílnum en þá getur þú dregið úr flugi. Svo er náttúrulega til rafbílar sem við þekkjum og það er náttúrulega engin losun frá þeim þegar þeir eru í notkun. Reynda við framleiðslu þeirra þá er einhver losun en á heildina litið eru þeir talsvert umhverfisvænni heldur en bensín- og dísilbílar. Þannig að það er alveg einn kostur. Svo er náttúrulega hægt að, en auðvitað er svo sem best að fara á hjóli sko eða ganga ef maður getur en jú, það er hægt að nota rafbíl. Þannig að við erum ekki að tala um það að þurfa alfarið að leggja bílnum? Nei, og það er náttúrulega ekki allir sem geta það. Það er náttúrulega kannski einstæði foreldrar eitthvað geta eða nýbakaði foreldrar eru kannski vandræði með að leggja bílnum og það er ekki í boði fyrir alla. Og þetta er vissulega þægindi sem við erum búin að venjast og þá er þetta kærkomin lausn að vera á rafbíl. Og ég held að það er náttúrulega búið að fella niður virðisaukaskatt og allt mögulegt á rafbíla þannig að þeir eru bara á svipuðu verði við aðrir bílar sjálfsögðu. Já, þú talar um rafbíla og það eru átök hjólað í vinnuna og það er talað um að almenningssamgöngur eigi að vera betri kostur og þannig en það er staðreynd eins og þú tekur fram að bílaflotinn er risastór þáttur í losun gróðurhúsalofttegunda hérlendis. Þeir tala 17% í skýrslu Umhverfisstofnunar fyrir árið 2018 og þá eins og þú segir, rafbílavæðing hefur verið talin lausn og í aðgerðaáætlun ríkisstjórnar í loftslagsmálum stefnt að því að nýskráningar dísel og bensínbíla verði óheimilar árið 2013. Þeir taka þar fram að þeir kanni möguleikann á undanþágum í sérstökum tilfellum. Sigurður, undanþágur í sérstökum tilfellum, er þetta ekki dálítið veikt? Sko, já, það er nú fyrst verið 2030 sem 2030 fyrirgefðu, já. Þó
Þó að það væri frábært Já. að það bannað það strax 2030, það hefur alltaf verið betra að það hefur komið sér en já við 2030 náttúrulega. Það er sjálfur myndi ég vilja að þeir banna þetta miklu fyrir heldur en 2030 og helst bara á næstu árum sko. Og við í Ungum umhverfisvinnum kalli eftir að það veri ekki gert seinna en bara 2022, 2025 síðastilegi. En með undanþágur að þá, jú það er kannski veikt að vita undanþágur spurning hversu mikið en það er samt, ég hugsa að þetta sé nú fyrir þá sem eru kannski í vandræðum með drægni út á landi enn sem komið er. En vegna þess að ef þú þarft að keyra mjög langar vegalengdir á hverjum degi þá dugar ekki hvaða rafbíll sem er. Þeir nýjustu gera það klárlega, tengiltvinnbílar gera það klárlega, þannig að í rauninni það eru til lausnir fyrir þá sem eru í þeim vanda, þannig að spurning hvort það þurfi nokkuð að veita eitthvað undan það. Já, og þið viljið bara flýta þessu, eins og þú segir. Er þetta raunhæft markmið að ná að rafvæða einkabílinn? Já, sko, þetta er náttúrulega mjög sterkt að ætla bara að banna bensín- og dísilbíla og við náttúrulega fögnum því að ríkisstjórnin hafi tekið ákvörðun að gera allavega 2030. Noregur ætlar að gera 2025, þannig að klárlega er það raunhæft að gera það fyrr, eða 2025 eða það leyti. Það þarf náttúrulega að byggja upp innviði á Íslandi og þeir, ef vissum að það yrði bannað 2025, þá myndum við bara byggja þau upp hraðar. Það tekur ekki það langa tíma að setja upp nokkrar hleðslustöðvar ef vilji og fjármagnir fyrir hendi. En fleiri hleðslustöðvar hljóta að þýða meira rafmagn og þá þyrfti að virkja meira, ekki satt? Já, ég man ekki hvað var mikið sko, ef þú ætlar að alla rafbíla, eða þetta var allir rafbílum, ég man ekki hvort það var ein lítil virkjun eða hvað það var, eða bara með því að skipta öllum ljóspaperum út fyrir leti eitthvað. Þetta er í rauninni, þetta er alveg viðráðanlegt og hægt í sjálfu sér að ná fram með orkusparnaði á öðrum stöðum. Þannig að Íslendingar eru sjálfu sér orkusóðar miðað við Evrópu, við notum orkunum rosa mikið, erum ekkert að reyna að spara. Þannig að bara svoleiðisaðgerðir myndu duga til þess að hlaða heilan rafbílaflota, held ég allavega. En finnst þér einhverjar aðrar leiðir komið til greina, metan, vetni? Já, þetta er allt fína lausnir líka. Klárlega að nota metanið sem nú að vera til í örvunarstöðunum okkur og við erum farin að fanga, frábært við erum að fanga, frekar að hleypa út í loftið. Auðvitað fer sandfullt upp í loftið sem við náum ekki. Endilega að nota það og þannig að það er alveg gott að vera á metanbíl, myndi ég segja, eins og rafbíl. Vetnisbílar, þeir eru líka flott lausn. Þeir náttúrulega, þar hverfur sér drægnivandi sem eru náttúrulega svo sem ekki lengur vandi fyrir nýjustu rafbílana. En ég held að það sé aðeins kostnaðarsamara uppbyggingin fyrir vetnisbíla. Allavega var það samkvæmt Hagstofu Íslands þegar hún gerði svona mat á hver og einn lausn myndi kosta. Það var í rauninni ódýrara fyrir samfélagið að rafbílaveiða samfélagið heldur en að allir fara á vetnisbíl. Og talar að beisla metanið. Já. Það er mikil áhersla lögð á það að fólk flokki sorp. Er það að skila sér heldurðu? Já, það er náttúrulega orðin ákveðin vitundarvakning núna á undanförnum árum og bara á undanförnum mánuðum þess vegna þetta er alltaf meira og meira í umræðinni og bara frábært að fólk flokki meira og þegar við erum að hugsa loftslagsmál og loftslagsbreytingar þá er það sérstaklega lífræna efnið sem við viljum ekki að fara á urðunarstað. Við viljum frekar setja það í moltugerð eða framleiða metan til þess að brenna það á bílum. Frekar en að setja það bara á haugana. Það er rauninni kannski mestu uppsprettan af gróðurhúsalofttegundum frá úrgangi. Það er lífræni úrgangur. En er það nóg að flokka? Þarf fólk ekki að minnka neysluna samhliða? Jú, klárlega. Það er við svona getum horft á kolefnisspor Íslands bara sem landfræðileg eining. En svo er líka hægt að hugsa þannig að kolefnisspor Íslendinga og þá með öllum innfluttum vörum og öllu saman og þar í rauninni þyrftum við klárlega að draga neyslu til þess að draga kolefnissporið sem er að verða við að framleiða allar þessar vörur, flytja þær hingað og það er í rauninni mjög lúmst hvað það er mikið af losun sem verður erlendis vegna neyslunar okkar hérna á Íslandi. Þannig að jú, það væri klárlega gott að ráða að draga neyslu en það er eitt sem við höfum kallað eftir líka. Við myndum vilja sjá að vörur, helst bara alla vörur á neytendamarkaði væru merktar með kolefnisspori. Það væri bara að gera krafa á framleiðendur, það er búið að gera kröfu
matvælaframleiðendur að birta næringarinnihald, okkur ekki að biðja að fara fram á þetta líka bara og þá fyrir alla vörur. Þá getum við verið upplýstir neytendur og valið rétt fyrir vörun. Þá líka samkeppni milli framleiðenda. En heldur að fólk taki vandann nógu alvarlega? Já, fólk svona átt að segja alltaf meira og meira á þessu hvað þetta í rauninni mikilvægt mál og þarna framtíð okkar unga fólksins og barnan okkar í húfi og við viljum tryggja þeim góða framtíð. Þannig að fólk átt að segja á þessu loksins og við sjáum það líka. Nú hef ég tekið þátt í að skipuleggja verkfall fyrir loftslagsverkfallið sem á hverjum föstudegi. Og þar mættu núna 15. mars meira en 2000 börn og ungt fólk til þess að kalla eftir meiri aðgerðum í loftslagsmálum. Þannig að já, það alveg að aukast vitundin loftslagsmál og hvað þetta mikilvægt. Þið hjá Ungum Umhverfissinnum hafi gert ýmislegt frá stofnun. Árið 2017 gafið út kennslurit notkun taupleiða. Þið hafið farið með fræðslur í skólum og hverju ári gefið út mjög greinargóðar ársskýrslur. En hver svona ykkar helstu markmið fyrir árið 2019? 2019, það náttúrulega að halda áfram þessu starfi og auka fá fleira fólk við okkur. Við erum svona áhersluna sem við höfum kannski lagt á þessu ári eru svona bæði loftslagsmál og við erum líka svona að reyna að kalla eftir að fólk góði líffræðilegan fjölbreytileika meir. Við erum líka með rosalega mikið starf sem fer fram í litlu nefndum sem við erum með innan félagsins. Þannig þær mun líka halda áfram 2019. Það allt frá sorpmálum, náttúruvernd, úrgangsmálum, fráveitum, loftslagsmálum og svo erum við með svona landsfljótunefndir. Þannig að fólk getur tekið þátt og búi ekki á höfuðborgarsvæðinu. Við reynum að vera svolítið á landsvísu. Þannig að við munum halda áfram með allt þetta góða starf og nú erum við líka komin í ferli að gera alltaf framkvæmdaáætlun á hverju ári. Þannig að á nýju starfsári það náttúrulega verið aðalfundur núna fljótlega. Þið eru velkomin að koma hérna. Við ætlum að hafa þetta sem lokaorð. Tíminn að fara frá okkur. Sigurður Loftur Thorlacius, þakka kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Takk fyrir að hafa mig. Og þá komið að lokum hjá okkur. Þátturinn unnin af nemendum í blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Loftslagsmál eru auðvitað umfangsmikil og margþætt, en hér hefur aðeins broti af þeim verið gerð skil. En umræðan heldur áfram, enda þetta áskorun okkar aldar. Við þökkum gestum okkar kærlega fyrir komuna. Takk fyrir og verið sæl.